Sviss, lítið land í hjarta Evrópu, en vitið þið náttúrufegurðin þeirra mun láta ykkur dansa af gleði. Snævi þakin fjöll, tær vötn og grænir dalir, Sviss býður upp á alla lítið náttúrunar, sannkallaða veislu fyrir augun og hjartað. Svissnesku Alpafjöllin eru korona þessa lands með háum tindum sem virðast snerta himinin. Vatnið í vötnunum svo tært að fjöllin speglast í þeim eins og í spegli, útsýni sem postkorti líkt. Skógarnir og dalirnir eru fulltir af lífi. Alls staðar finnur þú litrík blóm og mörg dýr sem hafa gert þetta heimili sínu. Náttúrufegurð Sviss ekki bara stórkostleg sjón, heldur líka óaðskiljanlegur hluti af lífi og menningu íbúanna. Svisslendingar meta náttúruna mikils og nýta öll tækifæri til að vernda hana. Tengsl manns og náttúru eru dásamleg. Hvort sem það á gönguleiðum eða í ferðaþjónustu, allt stjórnað á umhverfisvænan og sjálfbæran hátt. Ef þú hefur gaman af gönguferðum, að taka myndir af náttúrunni eða leitar bara fríði og ró, Sviss fyrir alla. Komdu og njóttu þessarar náttúruparadísar þar sem ný fegurð býður okkar við hvert fótmál. Og talandi það, byggingarnar eru heldur ekki langt undan. Allt frá gömlum tréhúsum til nútímalegra og umhverfisvæna húsa, allt sannkallað listaverk. Svisslendingarnir sjálfir eru yndislegt fólk. Hér finnur þú bóndabankamann í borginni. Dásamleg blanda hefð og nútíma. Svissnesku Alpafjöllin. Þá eru sönnsál Sviss. Þessi tignarlegu fjöll sem mynduðust fyrir milljónum ára teikja sig yfir allt suður og austurhluta landsins. Táknrænir tindar eins og Matterhorn, Eiger og Jungfrau, bara heyra nefnin, þá líður manni eins og maður kominn til Sviss. Í Ölpunum óendanlega margt að skoða og uppgötva. Gönguleiðirnar liggja grænar engjar, framhjá jöklum og bjóða upp á stórkostlegt útsýni. Farðu í kláferju eða fjallalest og látu þau fara með þig beint á toppinn. Útsýnið mun taka andan frá þér. Á veturna breytast Alpafjöllin í sannkallaða víta paradís. Skíðasvæðin bjóða upp á skemmtun fyrir alla, frá byrjendum til vandra skíðamanna. Jafnvel húsin þar glæsileg, sem gömul timburhús, önnur dæmi nútíma alpaarkitektúr. Íbúar rækta landið, ala upp kindur og vinna með tré, allt með mikilli ástríðu. Hvort sem þú ævintýramaður í leita spennu eða einhver sem vil bara njóta rólegheitar fjallana, svissnesku Alpafjöllin munu heilla þig. Hæ, allir. Það ástæða fyrir því að Sviss kallað land vatnanna, vitið þið. Hérna finnum við yfir 1500 vötn og hvert og eitt hefur sín eigin sjarma. Þessi vötn sem fá vatn frá jöklum og fjallalækjum fræg fyrir tært vatnið sitt og stórfenglega náttúruna í kring. Genvarvatn vinir mínir koronu djásnið. Það umkringt vínekrum og fallegum bæjum og mjög vinsælt hjá þeim sem elska að sigla. Útsýnið alveg stórkostlegt. En Lúsernvatn, og það falið í hjarta Alpanna. Og krakkar, það þarf bara að sjá það til að verða ástfangið. Með fjarðarlögun sinni og tignarlegum fjöllum í kring þetta sjónarspil sem maður verður að upplifa í eigin persónu. Sama hvort þú vilt synda, veiða eða bara slaka á við vatnið, þá munu vötnin hér fylla þig af góðri orku. Hvort sem það hefðbundnir svissneskir fjallakofar eða nútímaleg hótel við vatnið, þá passar allt fullkomlega inn í náttúrufegurðina. Íbúar þessara svæða elska landbúnað, fiskveiðar og að taka á móti ferðamönnum. Þeir gera allt á ástríðu og njóta þessarar frábæru stemningar til fulls. Hluti 4. Líflegir dalir. Hér, kæru vinir, finnið þið alls konar fjölbreytileika. Milli tignarlegra Alpafjalla teikja sig þessir grænu dalir, eins og paradísarbútar sem hafa fallið að himni. Hver dalur hefur sín eigin sjarma og einkenni, alveg einstakt. Hér uppgöð þið gnægða plöntum og dýrum sem gerir þennan stað að sannkölluðum draumi fyrir náttúruundur. Og þegar við tölum Lauterbrunnen dalinn, þá kalla menn hann Dalsjöti og tveggja fossa. Vinir, hér steypist vatnið niður allt staðar. Fossarnir falla niður klettana eins og sinfónía og hér finnið þið sanna gleði að krafti náttúrunar. Og nú skulum við tala Engadin, sem í suðaustur hluta Sviss. Hálanda-vötnin þar, heillandi þorpin og fjölbreytt dýralíf, allt hér einstakt. Jafnvel húsin hér áhugaverð sem hefðbundnir svissneskir skálar og önnur með mjög nútímalega hönnun. Þetta falleg blanda gömlu og nýju. Og kæru vinir, fólkið hér líka yndislegt. Sumir vinna við landbúnað, aðrir búa til osta og aðrir sjá vínekrurnar.
Menningin hér sannarlega eitthvað sérstakt. Þegar vorið kemur, þá hyljast engjarnar litríkum blómum eins og einhver hafi dreift lítatöflu. Og steingeitin sem reikar háfjöllin sannkallaður herra náttúrunnar. Sannarlega þessir svissnesku dalir eru fullir af náttúruundrum. Leið og þið sjáið það, þá verður hjarta ykkur eftir þar. 5. hluti. Svissnesku skógarnir, verndarar náttúrunnar. Vissuð þið að næstum þriðjungur Sviss þakinn skógum? Þetta algjör paradís fyrir mörg tré, plöntur og dýr. Skógarnir hér eru jafn fjölbreyttir og Sviss sjálft, allt frá þéttum barrskógum hátt upp í fjöllunum til blandaðra lauftrjáskóga á láglendinu. Allir þessir skógar vinna saman að því að halda umhverfinu jafnvægi í landinu, án þeirra væri allt í rúst. Og hvað betra en að ganga svissneska skóga? Það algjör sáluhjálp. Loftið svo hreint og ilmar svo vel, eins og greni, mold, villiblóm, allur þessi ilmur í einu. Þegar þú dregur djúpt andan líður þér alveg endurnærðum. Og þegar sólargeislanir síast í gegnum trjákrónunar og falla á skógarbotnin, skapa þeir fallegt leik ljós og skugga. Ef þú lustar vel, gætir þú heyrt spætu banka eða laufblöðin skrjáfa þegar dádýr fer undirgróðurinn. Þetta algjör sýning frá móður náttúru. Annars vegar eru þessir skógar ekki bara til gönguferða og afþreyingar. Þeir sjá okkur líka fyrir timbri til að byggja hús og í margt annað, þannig að þeir hafa líka hagnýtan tilgang. Hefðbundnir svissneskir fjallaskálar, þessi fallegu hús, eru oft byggðir úr timbri héðan. Og fólkið sem vinnur í skógrækt og náttúruvernd berst dag og nótt til að varðveita þennan náttúrulega fjársjóð fyrir komandi kynslóðir. 7. kafli, menning sem rótfest í náttúrunni. Og kæru vinir, menningarlegar byggingar og hefðbundin handverk hér eru svo notaleg. Svissnesk hús nota mikið tré og stein. Þau falla svo vel inn í náttúruna eins og þau séu hluti af henni, alveg eins og krydd í mat. Þessi hús eru ekki bara staðir til að búa á, þau eru vitnisburður svissneskan lífsmáta og tengingu þeirra við náttúruna. Landbúnaður og ostagerð eru mjög algeng hér, þar sem margir helga sig þessum iðngreinum, alveg eins og í þorpunum sínum. Svisslendingar eru líka þekktir fyrir handverk sitt, sérstaklega í úrsmíði og handavinnu. Allir elska það. Margar hátíðir og hefðir hér eru tengda þessum gömlu iðngreinum, þar sem fagnað staðbundnum vörum og hæfileikum. Eins og til dæmis árlega hátíðin Alpabsug, þar sem kýrnar snúa aftur af fjöllunum og allt þorpið fagnar af miklum eldmóði. Virðingin fyrir kúnum hér á öðru stígi. Sérhver ferðamaður sem kemur hingað getur upplifað hið ekta svissneska líf í návígi, dáðst að þessu hefðbundna handverki og menningarlegum byggingum, beint frá hjartanu. Eftir að við höfum talað ríka og fjölbreytta menningu Sviss, skulum við nú kafa ofan í grænu landslagið sem sýnir okkur sanna fegurð þessa lands. Þetta græna landslag í Sviss, kæru vinir, staður algjörrar ró. Hér getum við gleymt áhyggjum herstagsins og andað djúpt. Ímyndið ykkur grænt teppi sem teygir sig endalaust fullt af litríkum villiblómum eins og einhver hefði stráð málningu þar Vægarhæðir í fjarska líta út eins og þær séu teknar beint úr postkorti. Brekkunar þeirra virðast bjóða, komið, gangið uppgötvið. Og þittir skógar þar sem sólargeislanir síast í gegnum hátréin skapa eins konar róandi tjaldmynd eins og þeir séu að vísla gamlar sögur. Þessir grænu staðir eru fallegir ekki bara utan, heldur líka innan. Og allt þetta sýnir hversu hollir svisslendingar eru því að varðveita náttúruna. Loftið hér algjör unun, hressandi og alveg hreint, blandað saman við lykt af furu og villiblómum, vektvís laufanna og fuglasöngur í fjarska, eins og náttúrulegu plötusnúður sé að spila tónlist og færa fríð í hjartað. Þessar grænu landslagsmyndir í Sviss minna okkur á hversu dásamlega vináttan milli manns og náttúru getur verið. Þessir staðir segja okkur, vinur, ekki flýta þér, andaðu djúpt og findu þessa náttúrufegur djúpt í hjarta þínu. Svo þegar við göngum Sviss, skulum við stoppa augnablik og njóta þessara grænu dala sem eru sanna stolt náttúruarfleifðar Sviss. Á þessum grænu stöðum munu þið sjá fallegar bóndabæ og gamlar byggingar, þar sem bændur og heimamenn vinna glaðir landið og halda þannig lífinu í þessu svæði. Vínviðir vafra hæðirnar og framleiða frábært vín og ostagerð á hefðbundin hátt. Vínir, þetta stolt þeirra sem gengur í arf frá kynslóð til kynslóðar. Jafnvel bíflugurnar hér eru dásamlegar,
framleiða hunang og stuðla að fegurð náttúrunnar. Í jurtagörðunum vaksa lækningajurtir, notaðar í uppskriftir ömmu. Öll þessi vinna ekki bara tekjulind fyrir heimamenn, heldur varðveitir hún líka vináttuna milli manns og náttúru. Í Sviss haldast fegurð náttúrunnar og sjálfbært líf í hendur og þetta sanna arfleif þeirra, sú sem mun alltaf verða minnst. Þegar við förum dýpra inn í græna dal í Sviss mikilvægt að við skiljum þá djúpu sögu sem býr í þessum landslagum, kæru vinir. Vitið þið, svissnesk landslag eru ekki bara falleg. Í gegnum árin hafa þau haft mikil áhrif á list, menningu og ferðaþjónustu. Ímyndið ykkur bara, þegar fyrstu landkönnurinn sáu þessi tignarlegu ölpunum, þá hljóta þeirra hafa verið alveg steinhissa. Þessir snjóþöktu tindar, eins og þeir væru að tala við himminum. Fólk hefur fangað villta fegurðfjana í málverkum sínum, hvort sem það eru romantísk málverk frá 19. öld eða nútíma ljósmyndir. Listamenn eins og Ferdinand Hodler og Giovanni Segantini hafa dregið fram fegurð dalanna með penslum sínum og ást þeirra á náttúrunni sést greinilega í verkum þeirra. Reyndar hefur fegurð Sviss ekki bara dregið að sér listamenn, heldur líka rithöfunda. Vötnin sem eru svo róleg, grænu landslagarnir og þettir skógar, allt þetta hefur veitt innblástur í sögur ævintýri, ást og sjálfsuppgötvun. Til dæmis hefur ró genfarvansins veitt miklum rithöfundum eins og Lord Byron og Mary Shelley innblástur og sögunar sem þeir skrifuðu heitla en hjörtu í dag. Þessi landslag hafa á einhvern hátt mótað svissneska menningu. Fólk tengt náttúrunni eins og salt við jörð, hefði þeirra, hátíðir þeirra og lífstíl þeirra, allt endurspeglar náttúruna. Alparetturinn, sem hefur í gegnum kynslóðir beitt hjörðum sínum í þessum dölum, eða litríku hátíðirnar sem eiga sér stað með árstíðaskiptum, allt ber þess merki náttúrunar, kæru vinir. Og hvað með ferðaþjónustu? Fegurð Sviss hefur dregið að sér fólk frá öllum heimshornum. Fólk kemur langt að bara njóta fegurðar þessara landslaga. Allir vilja upplifa óspillta fegurðina sjálfir. Zermatt, Interlaken og Luzern. Þessir staðir eru svo frægir, aðallega vegna náttúrufegurðarinnar sem umlíkur það. Hér upplifir fólk ævintýri og finnur fríð og eilíf fegurð svissnesku þorpanna, einfaldlega heillandi. Saga Sviss endurspeglast líka í gömlum byggingum þess, hvort sem það eru gamlir kastalar eða fallegir fjallaskálar, hver og einn segir sögu. Klukkusmíði, ostagerð, tréskurður, allt þetta hefur sprottið úr landi þeirra og náttúru. Satt best að segja eru svissnesk landslag ekki bara ætnægindi. Það eru vitnisburður vináttu mannsins og náttúrunar. Þau kenna okkur að meta fegurðina í kringum okkur og að varðveita söguna og menninguna sem þessir dalir hafa gefið okkur. Ljúkum ferð okkar græna dal í Sviss her og geymum í hjörtum okkar söguna sem leynist á bak við þessi landslag. Þau minna okkur á að fegurð náttúrunar mun aldrei verfa og áhrif hennar á líf okkar munu vara að eilífu. Allir núna þegar við erum í Sviss, hvað segið þið að tala staðina sem gera ferðamennsku hérna svona ótrúlega? Við skulum kíkja á mismunandi hlíðar þessa lands. Frá tignarlegu Matterhorn til fríðsæls og sveitalegs andrúmslofts Genfarvats, hver staður á sína eigin sögu sem segir frá ríkri arfleifð Sviss. Ég viss að þið hafið heyrt Luzern, sem virkilega heillandi borg. Þegar þið sjáið gömlu byggingarnar, líður ykkur eins og þið hafið farið aftur í tíman en með öllum þægindum nútímans. Og ganga yfir kapellubrúna með gömlu málverkunum sínum eins og að ganga í lífandi safni. Og svo höfum við Zürich. Þessi borg sefur aldrei. Næturlífið og menningin hér eru óviðjafnanleg. Það alltaf eitthvað að uppgötva. Hvort sem það að heimsækja söfn eða njóta dýrindis máltíðar eða eyða kvöldi á börum og skemmtistöðum, Zürich hefur eitthvað fyrir alla. Og hvernig gætum við gleymt heillandi Zermatt sem liggur við rætur Matterhorn. Þetta þorp bíllaus sem þýðir að þið getið skoðað það og notið þess gangandi, paradís fyrir ævintýraunnendur. Á veturna hægt að skíða og snjóbretta hér og á sumrin fara í gönguferðir og fjallahjólreiðar, skemmtun allt árið kring. Í Zermatt blómgast ævintýri á öllum árstímum. Og Interlaken, þessi staður fyrir adrenalínfíkla. Hér vettskref fullt af spennu. Interlaken, sem liggur á milli Túnvatns og Brientsvatns, býður upp á allt. Svífængjaflug, fallhlífarstökk og einnig gljúfrasiglingar og flúðasiglingar. Sannkölluð ævintýramiðstöð. Og til að toppa þetta, fjöllin Eiger, Mönch og Jungfrau bæta við töfrandi sjarma.
Allir þessir staðir hafa sín eigin sjarma, hver með sinn stíl sem sýnir sanna fegurð Sviss. Hvort sem þið eruð ævintýramenn, sagnfræðingar eða bara að leita að ró. Þessir táknrænu áfangastaðir í Sviss lofa ógleymanlegri ferð. Svo við skulum skoða þessa fallegu staði. Við skulum faðma ævintýraandan, dýpsögunnar og fríðinn sem gerir Sviss sannarlega sérstakt. Ferð okkur þessa táknrænu staði sýnir hvers vegna þetta land svona vinsælt hjá öllum og hvernig það heillar fólk alls staðar að úr heiminum. Hæ, allir. Nú þegar við erum að ljúka þessari ótrúlegu ferð Sviss, hvað segið þið að við spjöllum aðeins dýrindisbragðið og ilminn sem þetta land hefur upp á bjóða? Og svo megum við ekki gleyma þeirri einstöku dýralífi sem gerir þetta land enn sérstakara. Þegar við tölum Sviss, hvað kemur fyrst upp í hugan? Dýrindisostur og fyrsta flokks súkkulaði auðvitað. Og svo það rösti sem heitt og notalegt og fondue sem bráðnar í munni og yljar hjartanu. Ímyndið ykkur bara bita svissnesku súkkulaði ríkulegt og kremkent sem bráðnar í munninum. Eða að njóta heits ostafondue með vinnunum með miklum plátri og sögum til að segja. Allt þetta búið til hér í sjarmerandi verksmiðjum og bakaríum þar sem fólk leggur hjarta sitt í verja sköpun. En sönn fegurð Sviss ekki bara matur og drykkur, nei. Þetta fjölbreytta landslag heimili margra fallegra dýra. Ímyndið ykkur hinn tignarlega Alpæbek sem gengur fjöllin með stóru og bókadregnu hornin sín, kliffrandi upp og niður klettana með ótrúlegri auðurleika. Eða forvitnu múrmeldýrin sem koma upp úr holum sínum leið og snjórinn bráðnar, eins og þau séu að fagna komu vorsins. Og gápan, sem meira hledræg, læðist hljóðlega þetta skóga. Á meðan gullörnin svífur með allt í sinni tign, verndar þetta blessaða land. Á grænum engjum og í vötnum sem glittra, munuð finna hledrægari dádýr eða ofurlitaða ísganga. Hvert dýr bætir sérstökum sjarma við náttúrufegurð Sviss. Lífvísindamenn, skógarverðir og náttúruvertarsinnar vinna hér dag og nótt til að vernda þessi dýr og heimili þeirra. Svo köfum í bragðið og dýralífið í Sviss og kynnumst ótrúlegri matargerð þessa lands og þeirri umhyggju sem þau bera fyrir náttúrunni. Hvort sem það að njóta máltíðar á frábærum veitingastað eða dásta sjaldgæfu dýri í náttúrunni, Sviss paradís fyrir alla. Og við hvert skref eitthvað nýtt að sjá og læra. Fylgist með því við ætlum að fara með ykkur í heim matargerðarlistar og dýra sem kalla þetta fallega land heimili sitt. Þetta sönn gleði ferðar okkur Sviss, land sem hefur allt.